Hérna þurfum við að byrja á því að þátta margliðurnar. Það eru 3 margliður og ég sé strax að það er ekki hægt að taka neitt út fyrir sviga og ferningsreglurnar gilda ekki, en samlokareglan gildir hér. Þetta er x plus 3, x minus 3. Svona. Og skrifa það bara strax inn. Kíkjum þá á þessa efstu og ágiskun. Ég vil fá tölur sem að margfaldaðar saman gefa mér -5 og lagðar saman -4. -1 sinnum 5, það er -5, en 5 minus 1 er ekki -4. Þá prófa ég 1 sinnum -5, það gefur mér -5 og 1 minus 5, það er -4. Þannig að tölurnar sem ég nota er 1 og -5. Síðan er það næsta, þá vil ég 2 tölur sem margfaldar saman gefa mér -15. Segjum bara -3 sinnum 5 og lagðar saman gefa mér -2. -3 sinnum 5 er -15 og 5 minus 3, það er 2, það virkar ekki, þá er það öfugt. 3 sinnum -5 er -15 og 3 minus 5 er -2. Þannig að 3 og -5 koma hérna. Og nú þurfum við að gera brotin samnefnd og samnefndin þarf að innihalda x plus 3, x minus 5 og x minus 3. X plus 3, ég var búin að nefna það. Það er að segja, fyrra brotið þarf ég þá að lengja með x minus 3. Og seinna brotið þarf ég að lengja með x minus 5. Þá er ég komin með þennan sama nefnara, x plus 3, x minus 5, x minus 3. Ok, þá er bara að skrifa upp allt saman. Og nú skulum við sjá hvort það er eitthvað hægt að stytta. Það eru þetta 2 liðir hérna uppi í teljaranum. En við erum með x minus 5 svegan í báðum liðum, þannig að við getum stytta hann út. Maður þarf alltaf að passa að stytta ekki bara öðrum megin við mínusinn, heldur að gera eins við alla liði. Og athuga hvort að þetta einfaldar eitthvað, dæmið. Svona. Nú þarf ég eiginlega að margfalda saman þessa 2 sviga hér, af því að þetta eru 2 liðir og öðrum megin er bara 12 og ég get ekki stytt neitt, en ef ég margfalda saman svigana þá kannski lítur þetta betur út. Og skulum sjá, við fáum x í öðru mínus 3x pluss x mínus 3. Og svo eru þetta mínus 12. Og þetta gefur okkur x í öðru mínus 2x mínus 15. Sem að er sama margliðan eins og við þáttuðum hér. Við fengum út að þetta var 3 og mínus 5. Og nú getum við stytt x plus 3.
En þetta er ekki sama svar og í bókinni. Hvað gerum við þá? Já, þá kíkjum við bara hvort að við höfum örugglega skrifað rétt dæmi upp og skoðað rétt svör. Og þá kemur í ljós að þetta er bara alveg hárrétt. X mínus 5, x mínus 3. Passa sig að skrifa þokkalega vel þannig að sé ekki hætt á klaufavillum. Þetta virkaði pínuflókið en af því við vorum búin að þátta þessa hérna margliðu þá sparar ótrúlegan tíma að átta sig á því að þetta er sama margliðan og geta þá sett beint inn svigana. Þannig að það er mjög gott að hafa skipulagða útreikninga og skoða vel hvort að þetta er eitthvað sem það hefur reiknað jafnvel áður og stundum kannski þá í einhverju öðru dæmi jafnvel sömu margliðurnar sem koma aftur og aftur.